Ég hafði á tilfinningunni í byrjunleiks að þetta var bara slen hreinlega og að svo var engin stemming í húsinu og mér fannst þetta að vera svo vondur æfingarleikur upphafi en Akureyringarnir ná að keyra sig út úr því en ekki þið. Já, ég er náttúrulega mikið í húi hjá báðum liðum. Ég fannst því samt sko uppbytuninlega og svona fyrstu 5-8 mínútur allt í lagi sko. Við vorum bara klikkuð hérna döðafærum og Bubbi verið einhverja 30 bolta fyrstu 10 sko. Þá svona fara kannski vígtennurnar aðeins úr mönnum einhvern veginn og menn fara í smá baklás. Síðan hefur við náttúrulega konum með niðurganginn í buxurnar í hálfleik og það er ekkert annað en að taka upp pappírinn og skeina sér og fara aftur inn á völlinn. Mér finnst ég gera það ágætlega og sýna ágætis karakter í seinni hálfleik. En spilamennskunni í fyrri hálfleik hafði við ekki séns að spila í þessari deildinni. Það er bara þannig. Ég talaði um það að staðan væri deildinni sko, það var þið að fara að mæta Akureyri í úrslitakeppninni og eins og spilamennska var í fyrri hálfleik verið það ekki spennandi en þið sýndu aftur á móti seinni hálfleik að þið getið vel strítt þessu liði og rúmlega það. Já, ég meina við kunnum alveg að spila handbolta og við erum spræka stráka og við getum alveg hlaupið og fínu formi og allir þessu pakki sko. Málið er bara ef hausinn ekki í lagi þá fylgir ekki skrokkurinn með sko. Og það er nú einu svona heilabúið sem stýrir þessu öllu saman þannig að ef það er slökkt á því þá gerist ekki mikið. Svo komið þessu niður í 1 og þá fær Ólafur Bjarki 2 mínútur og við það slökna vonin eða hvað fannst þér loka mínúturnar? Mér langar óbúslega að tjá mig eins og 2 mínútur í lokin. Ég spáði að sleppa því samt. Ég hef ekki lagt að ég vann að kvarta yfir dómurunum í fjölmiðlum og ég spáði að byrja ekki á því í dag. En þú mátt túlka því svo eins og vilt. Já, en Akureyri nær að stíga upp í lokin og þetta hefði rauninni getað fallið hvernig sem og það er rauninni ótrúlegt, síni ótrúlegan styrk í rauninni með því eftir þessa skítu eins og kallar það í fyrri hálfleik. Já, eins og segi, það er kannski eina jákvæðið í þessum leik er svona nálægt, heyri stíll í þessu. Það er kannski eina jákvæðið í þessum leik að það við stígum upp og erum allavega menn í það að koma aðeins tilbaka og fara svolítið út í skelinni. Og þetta sýnir okkur kannski það að við getum vel spilað og við erum náttúrulega erfiðan leik á 5. Ég held að það sé bara, ef við vinnum hann þá erum við held í komin inn. Ef að Hauka þarf að sé að tapa í Hafnarfirði. Það ekki, jú, það er jafnmörg stig á Haukarnir. Já, nei, þá er náttúrulega, sko, við ætlum bara að vinna síðust 2. Það er bara þannig. Það tryggir ykkur inni? Já, þetta er sem betur fyrir ennþá í okkar höndum. Þó við séum búin að skýta á okkur hérna móti Haukum í síðasta leik og fyrra leik núna, við erum ótrúlega satt að vera ennþá í okkar höndum. Við erum bara að nýta það. Takk fyrir þetta, Vili. Já, svo mörg voru þau orð. Við ætlum að slúta þessu leiklauk 29-32, Akureyri vel sem eru deildarmeistar en svo hefur vel farið yfir hér í kvöld. Bjarki Már Elísson markahæstur hjá heimamönnum í HK með 7 mörk, Atli Karl Backmann 4, Ólafur Bjarki Ragnarsson, Atli Ævar Ingólfsson, Daniel Berg Reddarsson og Sigurjón Friðbjörn Björnsson, allir með 3 mörk hver, Bjarki Már Gunnarsson 2 og Ármann Davíð Sigurðsson 1. Björn Ingi Friðjónsson, verið að gefa mér eitthvað skilaboð þarna ofan, Björn Ingi Friðjónsson varði 16 skot í markinu og Valgeir Tómasson 2. Hinum megin er það Oddur Gretarsson markahæstur með 9 mörk, alveg kingi magnaður í leiknum líkt og Guðmundur Hólmar Helgason sem skoraði 7 mörk. Daniel Örn Einarsson 5, líkt og Bjarni Friðsson, Heimir Örn Árnason 4 og Halldór Logi Árnason og Hörður Fannar Sigþórsson 1 mark hvor. Sveinbjörn Pétursson varði 17 skot í markinu. Ég vil minna á áður við slúttum þessu að við verðum með úrslitakeppni kvenna hér á miðvikudaginn, Valur Fylkir klukkan væntanlega 19:30, svo á fimmtudaginn FH Haukar hérna í deildinni næst síðasta umferðin hjá Köllunum. Þannig að það er mikill handbolti framöndan og margt annað fylgist vel með á sportv.is. Viðar Már sá myndatöku, Sigmundur Páll tæknistjórn. Takk ykkur áhorfendur góðir kærlega fyrir að horfa á Guðmundur Már og Sport TV. Sé bless. Boltinn í beinni á sportv.is með Mílu.